sem Drottinn hefur gjört. Í Filippibréfinu 4:4 hvetur Páll postuli okkur að vera ávallt glöð í Guði. Tökum því ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Jesus segir að ekki sé til meiri kærleikur en að leggja líf sitt í sölurnar fyrir náungar. Tökum því Jesú til fyrirmyndar og iðkum það iðulega að vera góð við hvort annað. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við hvetjum alla til að nýta tímann og deila samkomunni áfram. Einhver að núti þarf á uppörvun og hvatningu að halda í dag. Svo við viljum hvetja þig til að vera blessun fyrir aðra. Drottinn blessi þig. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Stöndum á fæturna og ókum Drottinn í dag. Því hann svo sannarlega að bjarga okkur. Halleluja. Takk Jesus. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole world with holy thunder?
discerning all of His brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That You would take my place, that You would bear my cross. You laid down Your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that You've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Hallelujah. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, 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 worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That You would take my place, that You would bear my cross. You laid down Your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that You've done for me. I thank You, Jesus. Thank You, Jesus, for all that You've done for me. Lofa þín já og amen, Jesus. Halleluja. Það sem ég stendi hér og lofa þig í dag. Allt sem þú hefur sagt, það gildir. Halleluja. Ég treysti þér. Ég gef þér heiður. Ég þér allt líf mitt og þér ég fylgi í hvað sem þú segir mér. Ég held því áfram að líka eftir þér og þér ég fylgi í hvað sem þú segir mér. Þín nálægð er sem opnar dyr. Við viljum þig sem aldrei fyrr. Þín nálægð er sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem
Þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom þú Guð sem aldrei fyrr. Þín nálægð sem opnar dyr. Svo kom nú Guð sem aldrei fyrr.
is who you are. That 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 is who you are. Ooh, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can feel it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Hallelujah. Jesus. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave
yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Hallelujah, han är upprisad. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord. Oh, sing hallelujah, Christ is risen. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Worship Him tonight. Oh, the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth
kallar mig út á vatni, ég þekki það nýja stað, en þar ég finn leyndardóminn í djúpinu, er trú mín sterk. Og ég kalla nafnið þitt og horfi yfir öldurnar, hafið laus, þá hvíli ég faðmi þér. Ég er þín og þú ert mín. Ef þú gangi gegnum erfiðar kringumstæður, þá hvetjum við þig að leita Drottins og leggja allt í hans hendur. Halleluja. Og horfa yfir öldurnar. Horfa yfir þær. Og þetta lag hjálpaði mér svo mikið á ögurstundu að gera einmitt þetta. Að leyfa honum að leiða mig á þann stað sem ég treysti honum. Halleluja. Þann stað sem ég þér treysti, að ég gangi út á vatnið, hvert sem þú mig kallar. Takk mér dýprin fætur mínir þora fara, þá mun trú mín sigur vinna, í hans nálægð sem mig frelsar. Hann þann stað sem ég þér treysti, að ég gangi út á vatnið, hvert sem þú mig kallar. Takk mér dýprin fætur mínir þora fara, þá mun trú mín sigur vinna, í hans nálægð sem mig frelsar. Hann leið mig á þann stað sem ég þér treysti, að ég gangi út á vatnið, hvert sem þú mig kallar. Takk mér dýprin fætur mínir þora fara, þá mun trú mín sigur vinna, í hans nálægð sem mig frelsa. Það er svo gott að biðja þetta út. Andi leið mig á þann stað sem ég þér treysti, syngi saman, að ég gangi út á vatnið, hvert sem þú mig kallar. Takk mér dýprin fætur mínir þora fara, þá mun trú mín sigur vinna,
Davíðs, þá hvíli ég í faðmi þér. Ég er þín og þú ert mín. Þú ert minn Jesús. Við ætlum að horfa á því í dag, halleluja. Halleluja. Þetta stórkostlegt. Gott að vera í nærveru Drottins og lofa. Og frá Smárakirkju til ykkar sem sitið hér örfá í salnum og sendum við blessun. Og þeir sem eru að hlusta á netinu sendum blessun inn í ykkar líf, heimil ykkar, fjölskyldu ykkar. Blessun Drottins máttugur kraftur sem að mætir og breytir lífsins kringumstæðum reglulega í lífi fólks. Við ætlum að taka samskot. Ég ætla að lesa hérna úr síðara Korintubréfi, 9. kafla. Það segir svona: Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávallt hafið allt sem þið þarfnist og getið sjálf veitt ríkulega til allra góðara verka. Guð sem gefur sáðmönnum sæð og brautir fæðu mun og gefa ykkur sáð og margfalda þá og auka ávöxt réttlætis. Guð mun auðga ykkur í öllu svo að þið getið jafna sínt örlæti og þá munum margir þakka Guði fyrir gjafirnar sem við komum með. Það er svo gaman að Biblíunni, hún er uppfull af loforðum. Og hér er loforð Guðs að sjá fyrir okkur. Guð er sjálfur samt gjafari. Hann er mesti gjafari sem er. Og þegar hann segir ég skal sjá fyrir ykkur þannig að þið hafið allt sem þið þurfið, þá lætur hann ekki þar við sitja. Heldur segir, nei, ég skal gera aðeins meira heldur en þið þurfið, svo þið hafið líka nóg til að gefa öðrum. Hugsið ykkur það. Þannig að hann lofar þér og lofar mér að sjá allar okkar þarfir og rúmlega það svo við getum gefið öðrum. Og þetta að gefa öðrum, samskot eins og núna, eða hvað við viljum að gefa í hjálparstarf, eða hvað sem við gefum svona dagstaglega í kringum okkur, að þetta getur verið 100 kall, 50 kall, 5.000 kall. Það er í sjálfu sér aukaatriði. Það sem er aðalatriði að við ásetjum og einsetjum okkur í hjarta okkar að treysta Guð fyrir því sem við viljum að gera og gefa og gefum það í gleði og fögnuði hjartans. Það er það sem gildir. Því hann elskar þessa. Okkur elskar hann það vegna hann sjálfur er svo mikill gjafari. Hann sjálfur gaf son sinn. Enginn getur gefið meir en hann. Hugsið ykkur. Svo nú ætlum við að taka samskotið okkar og gefa eins og við ásetjum í okkar hjarta með gleði og fögnuði. Fyrir þig sem er í salnum og þá er baukur hérna og posi frammi. Fyrir þig ykkur sem er að horfa á netinu, að þá á að vera núna á skjánu hjá okkur og er á skjánu hjá okkur upplýsingar hvernig þið getið gefið til Smárakirkjunnar í starfsins sem hér er í gangi. Og við biðjum Guðs blessunar yfir ykkur, Guðs blessunar yfir gjafir ykkar, yfir fjölskyldu ykkar, yfir allt það sem að þið taki ykkur fyrir hendur. Þannig að umsjón Drottins er yfir ykkar lífi og hann hugsar ykkur frá A til Ö og rúmlega það. Guð blessi ykkur, elsku vinir. Drottin ég tilbið þig, frelsaður mig. Drottin ég tilbið þig,
frelsaðu mig, frelsaðu mig, frelsaðu mig, Drottinn ég tilbið þig, frelsaðu mig. Drottinn minn, syngjum saman, Drottinn ég tilbið þig, frelsaðu mig, halleluja. Drottinn ég tilbið þig, frelsaðu mig, frelsaðu mig, Drottinn ég tilbið þig, frelsaðu mig, frelsaðu mig, frelsaðu mig, Drottinn ég tilbið þig. Þetta er svo góð bæn, bara á öllum tímabilum. Bara frelsaðu mig frá þessu og þessu fíknir og sársauka eða hvað sem er. Frelsaðu mig. Þetta er svo einföld bæn. Frelsaðu mig, Jesús. Drottinn ég tilbið, viltu frelsa mig? Jesús, og frelsa mig, Jesús. Drottinn ég tilbið þig, viltu frelsa mig? Drottinn ég tilbið þig, frelsaðu mig. Dýrsi Guði, þetta var yndisleg lofgjörð. Þakklátt fyrir þetta frábæra tónlistafólk sem að vera með hérna. Er þið ekki sammála? Mögnuð, alveg hreint. Það eru 2 veikir í dag en það var ekki að heyra. Alveg magna hvað Guð bætir í eða gerir eitthvað. Ég veit ekki hvað hann gerir en það er bara dásamlegt, ekki satt. Ef við ekki að rísa á fætur og biðja saman, ég ætla að fá Alamenn kannski til þess að hann var reynda bara að biðja að, ég veit ekki kalli hann. Svona er okkar hjónaband, ég ætla að biðja að gera hluti sem hann vill ekki gera, en Alli valdi þetta samt, hann valdi mig, sjáðu til. Hann vissi hvað hann var að fara út í. Takk, Jesús. Er þið ekki glöð í dag? Þrátt fyrir allt. Erum við ekki bara glöð? Mér langar kannski að nota tækifæri meðan Alli kemur hingað. Hann ætlar að taka sinn tíma. Ég ætla að minna á það að næstu stund ætlum við að opna hjá okkur. Ég veit að sumir treysta sig ekki til þess að mæta
En við ætlum að tryggja eins metisreglu á milli fólks, við ætlum að búa til svæði á milli. Já, og það verður þannig, við tökum út stóla og annað slíkt, þannig að við ætlum að tryggja það. Þannig að við ætlum að búa til, já, við ætlum að bara bjóða svona formlega fólk velkomið aftur. Þannig að látið endilega berast, alveg minn. Hann ætlar að biðja. Amen. Guð sannarlega góður við okkur. Gott að komast í hús Guðs. Amen. Mér langar að lesa eitt vers. Því ég var að lesa hérna í Rómarabrefinu og það svo í anda þess að við höfum verið að syngja. Og í Ocean, hafið, laginu, tak mig dýpra og svo framvegis. Og þetta svo gott, þetta í 8. kafla, þar sem Páll að tala til kirkjunnar í Róm, síðustu versin. Þar segir hann, hvorki kraftar, hæð, né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskilja við kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi, drottni vorum. Og þvílíkt sem það gott að vita það, að það ekkert sem getur gert okkur viðskilja við kærleika hans. Hann stendur alltaf við hlið okkur, hann alltaf með okkur í liði og við getum alltaf á öllum stundum hallað okkur að honum. Amen. Þannig að við skulum biðja í Jesú nafni. Ég þakka Drottinn minn fyrir þá náð að við fáum að koma hér saman í hús þitt, Drottinn minn, og þið sem að horfa, við biðja að blessa sérhvert sem að horfa, biðja að mæta sérhverjum sem leitar þín, Drottinn minn, því það stendur ekki á þér, Jesús. Þú ert með útréttan, Faðir minn, viljugur og tilbúin að taka á móti okkur með hvað sem við erum að glíma við. Jesús, ég þakka fyrir trúfestu þína, kærleika, náð og miskunn. Ég þakka þér, Drottinn minn, fyrir forréttindi við fáum að kallast þín Guðs börn. Halleluja. Ég þakka þér fyrir Sibbu mína þegar hún talaði þitt orð. Ég þakka þér fyrir söfnuðinn. Ég þakka þér fyrir sérhvert, Drottinn minn, sem tilbúin að lyfta upp þínu heilaga nafni. Halleluja, við lofum þig og tegnum og þökkum fyrir hver trúfastur og kærleiksríkur Guð þú ert, Jesús. Þú vísar engu frá, Drottinn minn. Halleluja, dyrnar þínar eru alltaf opnar, heilagi Faðir. Ég þakka þér fyrir það. Ég þakka þér fyrir það orð sem verður hér talað út, Drottinn minn. Ég bið þess að það megi snert okkur og mæta okkur og hugræsta og gefa það sem þarf til þess að við getum haldið áfram okkar göngu með þér, Drottinn minn. Ég þakka fyrir sérhvern brauðmóla sem fellur á borðið þínu, Jesús. Ég þakkláttur fyrir þig, Drottinn minn, og allt sem þú ert í mínu lífi, Jesús. Og við munum á öllum okkar vegum að gefa þér alla dýrð, lofgjörð og heiður í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Ég langar bara að undirstrika það að hvorki lofgjörðarsveitin eða Aðalsteinn veit hvað ég ætla að tala í dag. Þannig að mér finnst þetta mjög merkileg bæn. Mér langar að tala í dag eitthvað sem að mér finnst afskaplega mikilvægt á göngunum með Guði. Og yfirskriftin óbrjótanleg trú. Ég ætla að segja þetta aftur. Yfirskriftin óbrjótanleg trú. Og ég ætla að tala það, hvernig við getum eignast óbrjótanlega trú. Og það mér finnst það mikilvægt. Og á tímum það sem endalaust einhver þrýstingur á okkur, þá þurfum við að eiga óbrjótanlega trúvinir. Það mikilvægast af öllu. Og mér langar til þess að fara í Mattheus 15 og lesa þaðan. Þaðan hélt Jesú til byggða Týrusar og Sídonar. Þá kom kona nokkur kanverskur þeim hér og kallaði: Miskunna þú mér, drottinn sonur Davís. Dóttir mín mjög kvalin af illum anda. Og Jesús svaraði henni engu orði. Lærisveinarnir hans komu þá og báðu hann: Láttu hana fara. Hún eltir okkur með hrópum. Jesú mælti: Ég ekki sendur nema til týndra sauða af Ísraelsætt. Konan kom, laut honum og sagði: Drottinn, hjálpa þú mér. Og hann svaraði: Ekki sæmir að taka barnana og kasta því fyrir hundana. Og hún sagði: Satt það, Drottinn. Þó eta hundarnir mola þá sem falla að borðum húsbænda þeirra. Þá mælti Jesú við hana: Kona, mikil trú þín. Verði þér sem þú vilt.
og dóttir hennar var heil frá þeirri stundu. Það er nefnilega Guðs vilji fyrir okkar líf, kæru vinir, að við getum bognað án þess að brotna. Það er Guðs vilji að við getum ratað beinar brautir á göngunum með honum. Að við getum farið í gegnum góða kringumstæður, en við getum líka farið í gegnum erfiða kringumstæður án þess að brotna. Og í ritningunni talað þetta víðsvegar, það talað þolgæði. Þið vitið, við að vera fullreynd. Og þegar við erum fullreynd, þá kemur vonin aftur. Þetta svona eins og hringur, ég talað það áður. Það talað að við að vera sterk í Guði. Styrkur okkar í honum. Allt megna ég fyrir hjálp hann sem styrkan gjörir. Allt megna ég. Það þýðir að ég get farið í gegnum allar kringumstæður án þess að brotna, ekki út af mínum styrk, heldur út af hans styrk innan með mér, ekki satt. Því hann gefur okkur kraftinn, hann gefur okkur allt sem þarf til að takast á við kringumstæðunar. Ég fór í sálmum daginn og ég talaði Pálmann og mér langar til að fara aftur í þann sálm í 92 því að aldrei er góð vísa of oft kveðin. Og það stendur réttláti dafna sem pálmi, vaksa sem seturste í Líbanon. Þeir eru gróðusettir í húsi drottins og þeir blómgast í forgörðum Guðsvós, bera ávöxt í hárri elli. Vá, þetta hljómar eins og ég vil vera. Eru safaríkir og grænir og boða drottin réttlátur, hann bjarg mitt. Hjá honum ekkert rangt til. Pálminn nefnilega skapaður með vindin í huga. Og við eigum samkvæmt þessu að vera eins og Pálminn. Og þegar við tölum vindin í þessu sambandi, þá ég auðvitað að tala það í því sambandi sem þrýstingur í líf okkar. Þrýstingur sem kemur og sem óþægilegur. Við vitum það, þrýstingur ekki þægilegt fyrirbrigði þegar við erum að upplifa okkur undir þrýsting. En ég að tala þetta þannig og það eru mjög margir, það eru mjög margir sem að upplifa einmitt þennan þrýsting í dag. Og þrýstingurinn á COVID-tíma eru alls konar, vindarnir blása úr alls konar áttum, að mér langar til að taka dæmi, atvinnumissir. Veikindi, hræðsla varðandi afkomi fólks. Svo heyrir maður að því að það eru gríðarlega margir sem eru bara hreinlega að gangi gegnum skilnað og annað slíkt út af því að það sem að einveran hefur líka svolítið komið fram með eru brot í samböndum. Og fólk sem að leið kannski ekkit rosalega vel líður en ver akkurat núna. Og þeir eru að sjá aukningu og það er verið að tala það á þessum fundum, það er aukning í kvíða og þunglindi og aðra svona geðræna kvilla. Þeir ígjast í svona árferði. Þannig að vindurinn kemur úr mörgum áttum í dag, það er þrýstingur. En ég hef góða fréttir, Pálminn byggður fyrir þrýsting. Við erum byggð fyrir það. Við erum sköpuð þannig að við eigum að geta lifað af þrýsting. Og ég veit í rauninni ekki hvað þú ert að gangi í gegnum eða hversu lengi þú hefur gengið í gegnum það eða hvað það er sem að þú ert að gangi í gegnum. En ég veit að Guð gefur örlátlega og átölulegst alla þá sem biðja hann. Hann hér með allt fyrir þig, allt sem við erum búin að vera að syngja og annað. Þetta stendur þér til boða. Þetta eins og borð sem hann búin að leggja, en það oft frammi fyrir fjöndum okkar. Og hvar eru fjöndirnir? Þeir eru oftast nær í hausnum á okkur. Þess vegna smyr hann höfuð okkar með olíu. Það nefnilega svo mikilvægt að sjá borðið sem að Guð hefur fyrir okkur og komast í gegnum þessa fjöndir okkar. En það er auðvitað ekki Pálminn sjálfur, það sem þið sjáuð í yfirborðinu sem heldur trénu uppi. Það eru ræturnar.
Lykilatriði við pálmann eru nefnilega sveigjanlegar rætur. Og við sjáum oft fólk með mjög mikla gjafir og það pálminn sem sést. En það sem að sést ekki karakterinn. Og oft það þannig að karakterinn heldur ekki uppi gjöfunum. Þess vegna þráir Guð að eiga við líf okkar. Hann þráir að eiga við okkur með þeim hætti að við þurfum að bera ríkulegan ávöxt. En annað sem að gera það verkum að ræturnar fari dýpra, það trúin. Vinni trú. Og það nú þannig að óbrjótanleg trú þróast ekki öðruvísi en í brjótanlegum aðstæðum. Leiðilegt að segja það, en þannig það. Við þróum ekki, við dýfkum ekki trú okkar þegar allt bara í gúti. Þegar allt fínt, að þá ekkert til þess að þjálfa þessi trúar viðbrögð. En það ákveðið þegar stormurinn geysar. Þegar hlutirnir ekki alveg eins og þeir eiga að vera í hinu ytra, sem að Guð gefur okkur tækifæri að velja hann í kringumstæðunum. Og hvað gerist þegar við kjósum að trúa honum og treysta? Hvað gerist þegar við kjósum að setja trú okkar dýpra á hann í kringumstæðunum? Það sem að gerist það að við þurfum að vaksa alveg svakalega hratt. Því eftir storminn að þá vex pálminn sérstaklega vel. Finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Það gerist eftir storminn. Þannig að mér langar til þess að aðeins að brjóta þetta niður. Textinn sem við vorum í, textinn sem við vorum að lesa. Textinn segir að Jesú hafi farið þaðan til Týrus og Sídonar. Hún byrjar á því að segja að Jesú yfirgaf eitthvað. Og hvað var Jesú að yfirgefa? Fyrr í kaflanum þá það farisear. Þessi farisear. Þeir út allt í Biblíunni og við að sigrast á fariseum. Þeir nefnilega út allt og það sem þeir bara að þræta við Jesú. Og vitið það, Jesú vissi að tímans á jörðinni var bara dýrmætur. Þannig að hann í rauninni bara svara þeim og fer út úr aðstæðunum. Og vitið það, mér finnst þetta svo merkilega hvernig þessi í rauninni Klása byrjar varandi þessa merkilegu konu. Það sem Jesús segir mikileg trú þín. Jesús þurfti að yfirgefa eitthvað til þess að fara inn í þessar aðstæður með henni. Til þess að komast að það stað því að þetta skipti máli í reikningunni. Og vitið það, það kraftur í að segja bæ við hluti í lífinu. Það kraftur í því að vera ekki í kringu fólk sem endalaust í þrætum. Sem að stundar jafnvel illmælgi eða annars slíkt. Það kraftur í því. Og það oft þannig, vinir, að við getum ekki stigið inn í það nýja sem að Guð hefur fyrir okkur út af við erum ekki tilbúin að fara úr óheilbrigðum aðstæðum. Og það synd. Það skömm. Út af því að við missum af því sem að Guð vill gera fyrir okkur. Því að það nefnilega kraftur í að segja bæ við hluti. Kraftur sem að margir fara svolítið á misvið. Við erum föst í einhverju hugsanakerfi. Já, þetta var nú, hefur alltaf verið svona. Þetta var alltaf verið svona. Og hvað? Það rétt þá? Já, þetta bara búið að vera óheilbrigt munstur forever og ég á bara þessa bestu vinkonu og hún bara bla 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 og það í lagi? Þetta í lagi? Veist, ég man, þegar við tókum þessa ákvörðun, ég og alla hætta að tala neikvætt, hvað það var mikið blessunin í líf okkar. Við tókum þessa ákvörðun fyrir 18 árum síðan. Hætt að tala dauða. Og vá! Því líkt og annað eins og ég hvet fólk til að gera það sama. Stígðu út úr óeðlilegum aðstæðum. Stígðu út úr því. Og uppgötaðu kraftin sem fólgin í því því að tíminn þinn, rétt eins og með Jesú, dýrmætur. Passaðu í hverju þú ert að eyða tíma þínum. En ég ætlaði nú ekkert að tala þetta. Ég gæti verið með heila predikun þetta. En ég ætla ekki að vera með það þessu sinni.
En mikilvægur punktur. Hann var að fara úr einhverju, kemur inn í eitthvað og það verður stórkostlegt kraftaverk. Amen. Kanverska konan er nefnilega mynd upp á mannesku sem er með óbrjótanlega trú. Hún er með óbrjótanlega trú. Hún segir, dóttir mín þjáist, það er illur andi sem ásækjur hana. Og dóttirin er sjálfsögðu bara tákmynd upp á líf sem við erum búin að fæða fram. Það getur verið börnin okkar að sjálfsögðu. Það getur verið svo margt annað. Það getur verið eitthvað sem við erum búin að vinna fyrir lengi og annað slíkt. Og hvað er að gerast núna? Það er eins og lífið hjá sumum sé að fara frá þeim. Og þá er svo mikilvægt að koma til Drottins og segja, Drottin, frelsa þú mig. Eins og lagið sagði, Drottin frelsaði mig. Mér finnst þetta svo magna lag, veist þetta talaði svo mikið til mín, þetta lag. En allavega, hún kemur fram fyrir Jesú, hún segir, lífið sem ég hef skapað, það er bara við það að deyja, það er illur andi sem ásækir dóttur mína. Og hvað gerir kærleikurinn uppmálaði? Hvað gerir kærleikurinn? Hann þagði. Hann svaraði henni engu orði. Og vinni, hvað gerum við þegar Jesú svarar okkur engu orði? Já, ég get sagt ykkur eitt, viðkvæm trú gengur burt. Og allt og margir eru þar. Þau upplifa eins og Jesú sé ekki að svara þeim. Þannig að segja, ok, ég fæ ekki það sem ég vil, ég hef ekkert við þig að gera. Það gerir viðkvæm trú. En óbrjótanleg trú, hún framgengur ekki með þeim hætti. Hún framgengur ekki með þeim hætti. Það næsta sem að gerist er að lærisveinarnir segja, herðu, Jesú, þessi kona er þvílík truflun. Hún er bara hrópandi á eftir þér og vilt ekki vísa henni burt. Og mér finnst lærisveinarnir þarna alveg frábært dæmi um aðra kristna. Má ég heyra amen? Nei, vitið það. Ég þekki varla mannesku sem hefur ekki verið særð af öðrum kristnum. Sorglegt að segja. En við erum að tala um fólki bara blóði drifið hérna út um allt. Sökum kristina sem hafa verið óvarlegir orði eða hegðun eða ég veit ekki hverju og hverju. Og fólk hugsar, já, ok. Þá er það bara þannig. Ég er farin, ég vil ekkert með Guð hafa. Ég ætla bara að minna ykkur á, vinir, Jesús er ekki fólki í kringum þig sem haga sér ósæmilega. Guð er hinn sami í gær og í dag um alla eilífð. Hann hefur ekkert breyst. En ótrúlega margir stoppa þarna. Það kemur móðgun upp í hjartað. Særindi. Og þú hugsar, já, þú kannski tekur ekki einu sinni eftir, bara, líður ekki vel að fara aðna lengur. Fólki er hart. Vitið það, ég finnast ég að gráta bara að hugsa um það. Hversu margir eru hættir að mæta, bara út af einhverju svona vitleysu. Og við höfum að vera opin armur í Jesú. Það sem þessi kona gekk í gegnum var ekkert annað en einelti frá hendi kristnu fólki. Og allt og margir hafa látið það yfir sig gang og gengi burt. En til þess að eiga óbrjótanlega trúvinir, þá þurfa að yfirstíga móðgun. Það er svo mikilvægt að láta ekki móðgun grassera í hjarta okkar. Heldur að biðja Guð að leysa sig og lækna og taka móti þeirri lækningu sem hann hefur fyrir okkur. Því hann elskar þig. Nákvæmlega, og hvað gerum við í svona kringustæði? Við segjum, Drottin, ég með móðgun í hjartanu, frelsaði mig. Læknaði mig. Ég vil ekki missa því sem að þú hefur fyrir mig. Ég ætla ekki að vera þarna. Ég ætla ekki að vera bitur og reið. Þetta er gott. Ég bara segja ykkur að þetta er mjög gott.
En viðkvæm trú, hún myndi hopa þarna. Og allt og margir eru þar, því miður, þeir hopa þegar mestu máli skiptir að setja rætur þínu dýpra. Og ég hef sagt það áður, ég hef sagt það svo oft, vinni, Guð er Guð og fólk er fólk. Aldrei rugla þessu tvennu saman. Og við erum fljót að hrista af okkur móðgun. Því að þetta getur eyðilagt líf þitt. Þetta getur eyðilagt göngunum þína með Guði. Og það er nóg komið. Það er nóg komið. Og mér langar bara til þess að biðja Guð að gefa ykkur lækningu í dag við móðgun. Amen. Þannig að förum aðeins yfir þetta. Hún þolir þögn. Guð svarar hann ekki. Hún þolir móðgun. Og svo segir Jesú við hana, ég er sendur til týndra sauða í Ísrael. Hann er með öðrum orðum að segja, þinn tími er bara einfaldlega ekki kominn. Og mjög margir hefði gengið þarna í burt. Mjög margir. Ég veit ekki hversu oft ég beðið Guð bænasvar í ákveði bænarefni og enn í dag er ég að beðja. Og það hans tími er bara einfaldlega ekki kominn. Og ég geti hætt og orðið bitur og hætt að beðja þessi bænarefni. En staðföst trú gerir það ekki. Hún heldur áfram að beðja og hún heldur áfram að beðja og hún heldur áfram að beðja. Og það sem að þessi kona gerir er lykilatriði. Mér langar til þess að benda ykkur á það. Hún krýpur frammi fyrir drottni. Og hvað táknar það að krjúpa frammi fyrir drottni? Auðmýkt, alveg klálega og tilbeðsla. Hvað gerum við þegar við erum búin að fá nei, við erum búin að fá þögn, við erum búin að fá móðgun, við erum búin að upplifa allan skalan. Þá fyrir við að krjúpa frammi fyrir Guði og við fyrir að tilbiðja hann sem aldrei fyrr. Mér langar til þess að benda ykkur á Sadrak, Mesak og Abednego. Þeir vissu ekki, þeir höfðu bara sannfæringu í hjartað. Þau séu, jafnvel þótt hann frels okkur ekki. Þá munum við aldrei lúta þér. Drottin er okkar konungur. Mér langar að minna ykkur á Jób sem sagði, drottin gaf og drottin tók. Lofa verði nafn drottins. Og hvað gerðist í kjölfarið? Hann fekk 2-falt tilbaka. Hann fekk ekki bara það sem hann hafði mist, hann fekk helmingi meira. Því að það er eitt sem að drottin getur ekki staðist, það er auðmjúkt hjarta sem að lofar hann í öllum kringumstæðum. Vinir, lykillinn er að lofa Guð alveg sama hvað. Sérstaklega þegar vindurinn fer að gnauða á lífið, sérstaklega þegar þrýstingurinn kemur á, sérstaklega þegar hlutinni gangi ekki upp eins og þeir eiga gangi upp. Hvað gerum við þá? Við föllum á fætur okkur og við förum að tilbiðja hann sem öllu ræður. Vinni, ég er að gefa ykkur lykil í dag. Ég er að gefa ykkur lykil og ég get sagt það og ég hef reynt það, þetta virkar. Þetta virkar. Í staðin fyrir að leita í eitthvað allt annað, leiti þar sem að rótin er. Leiti þar sem upprinni alls er. Leiti til Jesú. Þegar við erum tilbúin að lofa Guð þrátt fyrir hjartasár. Þegar við erum tilbúin að lofa Guð þrátt fyrir áföll. Þrátt fyrir þrengingar, þrátt fyrir alls konar hluti sem hafa gerst í okkar, þrátt fyrir atvinnumissi, þrátt fyrir skilnað, þrátt fyrir veikindi barna. Og látið mig þekkja það. Ég þekki ekki skilnað, en ég þekki hvað það er að eiga veik börn. Þegar við fyrir að lofa Guð alveg sama hvað, þá hrærir það hjarta drottins.
Það hrærir hjartans. Og þess að segja hana við hana, mikil trú þín, mikil trú þín, verði þér sem þú vilt. Og í dag, þá trúi því að Guð að reisa fólk með mikla trú. Ekki trú sem að fer burtu við fyrstu vindkviðu, heldur trú sem varir, alveg sama hvað. Þegar vinirnir fara eða eitthvað breytist, þá trúin hinn sama, því að ræturnar fara djúpt. Og vinir, það sem að gerist eftir stormin, ég sagði það áðan, eftir stormin, þá fara þau laufblöð af pálmunum sem að þurfa að fara og eru í rauninni dauð, þau rifna af og veitir hvað gerist? Pálminn vex alveg afskaplega hratt í kjölfar slíkar hremminga. Þannig að Guð notar erfiðar aðstæður til þess að þroska okkur, til þess að gefa okkur vöxt og annað slíkt sem ekki myndi gerast með öðrum hætti. Þannig í dag, í staðinn fyrir að barma okkur, förum að lofa Guð og þakka honum. Förum að þakka honum fyrir allt það stórkostlega sem hann hefur gert fyrir okkur. Ég veit ekki með ykkur en ég alveg ótrúlega blessuð kona. Ég blessuð af þessari yndislegu mögnu í kirkju, ég blessuð af alla mínum, ég blessuð af mömmu, ég blessuð af Jóhannu og ég svo blessuð, ég á frábær börn. Hefur allt verið í gúti alltaf? Nei, alls ekki. En ég blessuð. Guð hefur alltaf reynst trúr og réttlátur. Hann hefur alltaf komið og hann hefur alltaf haft síðasta orðið. Ég svo blessuð að Halldór minn var að flytja inn á skrifstofuna til mín. Ég svo blessuð. Mér finnst ég svo rík. Og vinir, horfum á lífið þannig. Horfum á það sem að gott það sem að við höfum. Horfum á það og förum að þakka Guði. Hrærum hjarta Guðs og setjum rætur okkar miklu dýpra en þær eru núna og sjáum hvernig við getum vaxið í gegnum alla kringumstæður. Má ég heyra amen? Má ég heyra amen? Eins og þið meinið það. En ég held þetta sé bara gott í bili. Ég vona að eitthvað hafi setið eftir hjá okkur. Amen. Ef að rísa fætur? Það held ég nú. En ef að þú ert heima og þú upplifir eins og þú ert að beða hér, fyrirgefið, þið eru líka hér. Ef að þið upplifið eins og þið séu bara hreinlega brotna. Það er einhver þrýstingur í lífi ykkar. Einhver rosalegu þrýstingur. Prófið þetta sem ég var að segja. Prófið að hrista af ykkur móðgun. Hrista af ykkur þögnina. Hrista af ykkur særindin og fara að lofa Guð. Fallið fram fyrir fætur honum og bara sjáu þið hvað gerist. Ég skal lofa ykkur því það er ekki til neitt magnaðara. Þess vegna segir hann mikil trú þín. Þetta eitt að fáum skiptum, þetta kannvis kona. Þetta ekki gefingur. Þetta kannvis kona og hann segir mikil trú þín. Ég vil hann segja þetta við mig líka. Ég ætla bara að koma í þannig fyrir. Hann mun segja þetta við mig. En það, ef þú ert heima og þú ert að glíma við þetta, þú upplifir eins og þú sért að brotna, þá Jesús svarið fyrir þig. Og mér langar til þess að biðja, Drottinn, ég kem fram fyrir þig. Ég þakka þér fyrir að þú ert trúfastur. Þú ert heilagur. Þú ert megnugur að gera langt umfram það sem ég skilja og skynja. Þín hæð, þín kærleikur er stærri en allt sem ég get útskýrt. Meir en allt annað, Drottinn. Og Drottinn, ég bið að gefa okkur opinberun á það hver þú ert. Það snýst ekki einhver eigin getu, þetta snýst að treysta þér. Þetta snýst að leyfa þér að elska okkur. Þetta snýst það að snerta þig, Jesús. Gjá okkur náða að vinda frá okkur allt ruslega, það sem að tekur auga okkur frá þér, Drottinn, og gefa okkur skýra sýn, Drottinn. Að í öllum kringumstæðum að við sjáum þig, Drottinn. Og við látum
ekkert hindra okkur í að nálgast þig. Megum við vera eins og kanadíska konan í gegnum allar þessar þrengingar, þá hallaði hún sér nær. Hún hallaði sér nær. Hún féll við við fætur þínar og hún tilbað. Hún auðmýkti sig og tilbað. Ó Drottinn, viltu verki í okkur að vilja og framkoma því til velþóknunar. Og við byggjum í Jesú nafni. Mér langar til þess að byggja fyrir þeim sem að þekki ekki Jesú. Vitið það, ég get ekki gefið ykkur neina stærri gjöf en það að kynna ykkur fyrir Jesú. Ef þú þekkir ekki Jesú, þá hvet ég til þess að taka við honum í trú í dag. Og það er svo einfalt. Það er að trú í hjartanu og játa með vörunum. Og mér langar til þess að byggja einfalda bæn sem er bara bæn til lífs. Og ég hvet ykkur til þess að byggja bænina eftir mér og hún er svona: kæri Jesús, ég bið þig að koma inn í hjarta mitt í dag. Ég bið að fyrirgefa mér sérhverja synd. Ég bið að fylla mig að heilugum anda. Ég bið að ganga með mér hvern einasta dag. Drottinn Jesús, ég þakka þér að ég er nú þitt barn. Í Jesú heila nafni. Amen og amen. Drottinn bless ykkur. Og bara yndislegt að vera með ykkur. Hlakka til að sjá fleiri hérna á sunnudaginn. Og bara ef að þið eru hérna í salnum og viljið fyrirbæn, þá er ég meir en tilbúin.